komið sæl. Það gengur tiltölulega veik skil norður yfir landið í dag og við fundum fyrir því hér sunnan til á landinu allan á meðan að skilin gengur yfir. Það rýndi lítisháttar, ræfist þessi skil enga síður en það er svona suðræni straumar í kortunum hjá okkur næstu daga og við sjáum á hreyfimyndinni að þessi skil fóru hér norður yfir og trósnuðu dálítið upp á leið sinni norður yfir landið en næsti bakki kemur hér inn þegar líður á morgundaginn og allt sem bendir til þess að hann verði öllu efnismeiri og meiri úrkomu ákefð í honum. Hvað var það hitafarið? Þá var hámarkshiti að mælast í dag fyrir norðan, hann fór í tæp 16 stig og allt sem bendir til þess að við erðum áfram í tiltölulega mildu lofti svona megnið á morgundeginum en við sjáum þó hér kaldan loftmassa sem að kemur hér inn að baki skilunum og það er ávísun á svona skúrakennda suðvestanátt sem að mun koma í kjölfarið á skilunum seinni-part dags á morgun. En á nærsviðinu þá sjáum við að klukkan 19 þá lágu skilin hér nánast yfir landinu miðju, lítil úrkomu í þessu heilt yfir og róleita veður svona mestu leyti, kannski svona stinningskaldi við suður og norðurströndina og minnkar úrkoman ef eitthvað þegar líður á kvöldið og nóttina, svona slitrótt lítisháttar rigning hér með suðurströndinni en síðan þegar líður á morgundaginn þá sjáum við að það kemur meiri raki í þetta og klukkan 14 á morgun þá verður nú svona tiltölulega bjart á norðanverðu landinu allan svona nokkuð víða getur við sagt hámarkshiti tölur væntanlega bara svipaðar í dag þetta 15-16 stig en öllu svalara hér sunnanátt hér sunnan til á landinu og farið að regna svona nokkuð ákaft hér allan á Suðausturlandi. Auðvitað er það þannig að það sem vindur stendur á hafi fyrir norðan til dæmis eins og Raufarhöfn í þessu korti að þá er það hafhitinn sem að ræður og hitinn því einingum sem um 6 stig. En í framhaldinu þá frá miðjum degi á morgun og fram til sunnudag þá sjáum við hvernig skilin ganga norður yfir landi þegar líður á morgundaginn og vindátt verður suðvestlæg að baki skilunum skúrakend úrkoma þá fyrst og fremst sunnan og vestan til á landinu en svo sem geta slaðið stöku skúri þá hér norður yfir heiðar en á sunnudaginn þá verður þetta svona hiti víða á bilinu 7-10 stig hér sunnan til stundum með 1-2 gráðum betur og bjartara veður og svona heilt við þurrara á norður og austurlandi svona eimir líkt eitt eftir af þessum skilum þó hér á norðausturhorni landsins klukkan 14 á morgun og þetta ætlar nú svo sem ekki að breytast mikið fram til mánudaginn svo hér að kemur hér skúragarður inn á sunnudagskvöld fer hér norður yfir landið en að öðru liti þegar komum frá mánudag þá er róleita veður að mestu leyti skúraklakkar víða land nema vera skildi á norðausturhorninu og áframhald ætlar sinna að verða á þessari svona suðlæga átt eða suðvestlæga átt þá á mánudaginn og með skúrum þá fyrst og fremst á vesturhelmingi landsins en öllu bjartara veðri þegar austar dregur. Og allt sem bendir til þess að það verði áfram suðlægar áttir jafnvel fram á næstu helgi en meir það síðar en við sjáum hér hvað var það Evrópu að það er svona rigni víða í vestur Noregi allana ágætisveður í Kaupmannahöfn, Stokkólmi og Helsinki hiti vel yfir 20 stigum og sólríkt þar háþrýstisvæði hér miðbik álfunnar og farið að verða ansi heitt til að mynda spáð 30 stigum í London á morgun og sama við Róm og svo sjáum við hiti hérna farin að nálgast 40 stigin hér í suður hér Spánar og það er afar óþægilegt svo ekki sé nú meira sagt. Fínasta veður á Kanaríum og ef eitthvað þá er hitatölur svona aðeins yfir meðallagi fannar að nálgast 30 stigin nokkuð víða þar og endur síðan hér í Norður-Ameríku það eru mikla skúralengar hér í suðurríkjunum og jafnframt í svona austurhluta Bandaríkjanna og sjáum við til að mynda það ekki sérlega hlýtt í New York borg á morgun 12 stiga hiti og spáði rigningu þar meira og minna allan morgundaginn. Hvað var að veður hér hjá okkur og þá ganga skil hér yfir landið á morgun getur verið talsverð úrkomi í þessu sérstaklega sunnan til þegar þau ganga yfir og suðurlagi straumar ríkjandi hjá okkur næstu daga sem það gott að vera í dag, verið sæl.